borgarfulltrúi Jóna Björg Sætran gerir sig líklega til að lesa upp bókun. Gjörðu svo vel. Ágæta borgarstjórn. Það var svolítið druglingur hérna niður en liðana í upphafi. Þetta liður varðandi áfangaskýrslu fagráðs, það ekki númer 3 ennþá? Jú. Já. Framsókn og flugvallarvinir fagna áfangaskýrslu fagráðs eflingu málþroska, lestrarfærni og lesskilnings meðal barna og ungmenna í leik- og grunnskólum Reykjavíkurborgar ásamt frístund. Snemmtækum skimunum þurfa að fylgja fagleg úrræði til að tryggja farsæla uppbyggingu lestrarfærni og málþroska barna og unglinga. Símenntun, miðlæg fræðsla og sértæk þjónusta ásamt auðveldu aðgengi að greiningu og margbreytilegri þjálfun og öflugum stuðningi við nemendur eru nauðsynlegir þættir til að hægt verði að koma tillögum fagráðsins í framkvæmd. Eftirfylgnin skiptir öllu máli. Sérfræðiþjónustu kennsluráðgjafa þarf að nýta betur sameiginlega innan skólahverfa en nú er. Takk fyrir. Borgarfulltrúi Jóna Björg Sætran hefur lokið við að gera grein fyrir bókunum. Þá bið ég borgarfulltrúa Skúla Helgason að gera grein fyrir bókun vegna sama liðar. Já, forseti borgarfulltrúar, hér bókun frá meirihlutanum læsi. Borgarfulltrúar Samfylkingarinnar, Bjartra framtíðar, Vinstri grænna og Pírata fagna tillögum fagráðs eflingu málþroska, lestrarfærni og lesskilnings. Þar leggja grunn að metnaðarfullri stefnu borgarinnar í læsismálum og miða því að bæta málþroska og læsi allra leik- og grunnskólabarna. Tillögurnar byggjast á niðurstöðum fræðilegra rannsókna, víðtæku samráði við fagfólk starfsstöðva og reynslu af því sem vel hefur verið gert í leik- og grunnskólum Reykjavíkur og annarra sveitarfélaga. Meirihluti borgarstjórnar lítur á það sem forgangsmál að efla læsi barna í borginni og auka stuðning við börn í lestrarvanda. Tillögur fagráðsins verða nú kynntar ítarlega fyrir kennurum, öðru fagfólki skólaþjónustunnar og fulltrúum foreldra, með það fyrir augum að kalla eftir sjónarmiðum og ábendingum markvissa innleiðingu tillagnanna. Borgarfulltrúi Skúli Helgason hefur lokið við að gera grein fyrir bókun meirihlutans undir þessum lið. Þá held ég að búið sig að gera grein fyrir öllum bókunum á þessum fundi. Nei, borgarfulltrúi Halldór Halldórsson ætlar að koma hér upp. Forseti, góðir borgarfulltrúar, þegar ég ræddi hér Þorrasel áðan þá boðaði ég bókun. Og ég talaði þar það að erindið hefði eingöngu sætt embættislegri afgreiðslu og var með svona tilefni til umhugsunar þessar embættisafgreiðslu sem að lagðar eru fyrir borgarráð. En þá eru víst að bíða seinna því að hér hef ég einungis heimild til að kynna bókunina. Hún svona: Borgarfulltrúar Sjálfstæðisflokksins lýsa yfir furðu á að bréf lögmanns húsfélagsins Þorragötu 5-9 og eigenda íbúða við sama heimilisfang sem ritað var til borgarráðs 15. janúar skuli ekki hafa verið lagt fram í borgarráði sem sérstakur liður. Bréfið kemur einungis undir embættisafgreiðslu skrifstofu borgarstjórnar. Bréfið afgreiðslu vegna afgreiðslu velferðarráðs 16. október 2014 breytingu á starfseminni í Þorraseli og krafa endurskoðun þeirrar ákvörðunar. Af efni bréfsins má ráða að fulltrúar velferðarráðs hafa ekki verið upplýstir upphaflega forsendur fyrir úthlutun lóðar undir þjónustukjarnan Þorrasel. Hér óvönduð vinnubrögð að ræða af hálfu borgarinnar. Já, forseti, ég hef sent bókunina. Borgarfulltrúi Halldór Halldórsson hefur lokið við að gera grein fyrir og senda bókun. Þá gerir ég ráð fyrir allar bókanir séu framkomnar. Fleira liggur ekki fyrir þessum fundi og er slitið klukkan 18:28.